Komið sælir, ágætu gestir hér í dag. Við ætlum að fá hér framboðin 7 sem að mælast inni á þingi samkvæmt skoðanakönnunum síðustu vikna til þess að sitja hér fyrir svörum. Það er eitt og annað að tala og þau fá sér stöðu hérna við borðið. Við ætlum að byggja þetta svolítið mikið á spurningum úr sal, þannig að þið getið talað millileiðalaust við þá frambjóðendur sem að hér eru. Það er á nóg að taka. Í raun og veru þema þetta, það allir sammála það að hér þurfa að vera efnahagslegur stöðugleiki, mjög brýnt að ná honum til langrar framtíðar. En til þess að svo verður líka velferðarnetið að vera sterkt og þéttriðið. Það þarf ákveðin sveigjanleika kannski í atvinnulífi þegar að farið fram á og unnið að efnahagslegum stöðugleika sem að síðan kallar á ennþá meira mikilvægi þess að velferðin, heilbrigðismálin, menntamálin, félagslega kerfið, allt þetta sé í góðu lagi til þess að hér horfi vel til framtíðar. Og þau sem að koma hér og sitja fyrir svörum, það frá Sjálfstæðisflokki Bjarni Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir kemur frá VG, Lilja Dögg Alfreðsdóttir frá Framsókn, Oddný Harðardóttir hér frá Samfylkingu, Þórunn Pétursdóttir frá Bjartri framtíð, Ásta Guðrún Helgadóttir frá Pírötum og frá Þorsteini Víglundssyni, og Þorsteinn Víglundsson mætir fyrir Viðreisn. Svolítið verið að snúa þessu við, frá Þorsteini kemur Viðreisn, þetta spurningum að hafa þetta allt saman á hreinu. Og gaman að fá hann hérna, þið þekkið hann nú mæta vel úr ykkar starfi og baráttu. Við ætlum að hafa þetta þannig að þegar þið spyrjið spurninga, þá eiga spurningarnar að vera stuttar, ég ætla að vera mjög stífur og strangur á því, þetta eiga ekki að vera einhverjir fyrirlestrar eða ræður úr sal. Sömuleiðis brýni ég það fyrir frambjóðendum að vera snarpir í sínum útskýringum til þess að þetta rennur nú allt saman hérna ljúflega og vel. Við byrjum þetta á smá framsögu, 2 mínútur á mann, hið mesta, vel þegið ef þið verið styttri. Og við byrjum þetta á Bjarna Benediktssyni frá Sjálfstæðisflokki. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, til hamingju með þetta þing hér. Nú, við göngum til þessara kosninga við að mörgu leyti afar hagfellt skilyrði svona í ytra umhverfinu með lága verðbólgu, það er gott atvinnustig á Íslandi. Það horfir til þess að verði mikill hagvöxtur, ekki bara út þetta ár, heldur inn á næstu ár, upp undir 5% samkvæmt ykkar hagspá fyrir framhaldið. Þannig að mörgu leyti til útlitið býsna gott. Verkefni sem við blasa eru hins vegar ærin. Á heilbrigðissviðinu, uppbygging nýs háskóla og sjúkrahúss, styrking heilsugæslunnar, uppbygging líka sjúkrahúsa og heilsumiðstöða út allt land. Þannig að við getum boðið góða þjónustu allt land. Það verður gríðarlega krefjandi verkefni. Við þurfum að halda áfram að þétta velferðarnetið með frekari breytingum á almannatryggingum. Það er synd að við skildum ekki ná að ljúka samstarfinu með Öryrkjabandalaginu áður en síðustu breytingar voru gerðar á almannatryggingum. Við viljum halda áfram að styrkja fæðingarorlofskerfið og svo lengi mætti áfram halda. En ég held að stærsta einstaka verkefni sem bíður okkar á komandi árum að ná samstöðu milli stjórnvalda inn á þingi og vinnumarkaðar að við öll leggjum á okkur til þess að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtunum. Ég þeirrar skoðunar að það ekkert eitt hagsmunamál mikilvægara fyrir heimili og atvinnulíf en áframhaldandi stöðugleiki sem verður grundvöllur fyrir lækkun vaxta. Og allar þessar aðgerðir í húsnæðismálum sem þið hafið lagt mikla áherslu á í sjálfu sér hjóm eitt miðað við það að vera laus undan vaxtaokri í áratugi. Takk fyrir þetta Bjarni. Þorsteinn Víglundsson, gjörðu svo vel. Jú, takk. Bara gaman að fá að vera með ykkur í dag. Ég saknaði ykkur svo mikið. Ég fekk að smygla mér hérna inn í formannaþáttinn. En hvað snúast verkefni næstu áraðum? Það vissulega margt mjög gott í efnahagslífinu. En við þurfum hér að búa til framtíðar til samkeppnishæf lífskjör á Íslandi. Auðvitað snýst það annars vegar uppbyggingu kaupmáttar áfram. Það hefur tekist nokkuð vel til við að endurreisa kaupmáttir eftir hrun. En við höfum ekki náð að undirbyggja nægjanlegan stöðugleika þegar við horfum til þeirra hluta sem hafa truflað okkur mest í gegnum tíðina sem eru þessar tíðu gengisveiflur okkar. Stöðugleikin sem við búum við í dag raun og bara hinn þægilegi staður okkar í hagsveiflunni
Gengi krónunnar að styrkjast og okkur líður vel. En það alveg sama sveiflan á gengi krónunnar og hefur alltaf verið. Og við vitum að andhverfan býður okkar handan við hornið. Við munum á endanum þurfa að takast við niðursveifluna líka nema við náum að koma þessum hlutum í lag. Þess vegna höfum við lagt hér mjög ríka áherslu á að taka hér upp myntráð, taka hér upp fastgengistefnu sem að byggir einmitt á því að undirbyggja hér lágt vaxtastig, lága verðbólgu og raunverulegan efnahagslegan stöðugleika til lengri tíma litið. Og ég held að við séum í sögulegu færi til þess að gera einmitt þetta og þegar maður horfir til þeirra vinnu sem hefur verið í gangi í efnahagslífinu á undanförnum árum á vinnumarkaði, Salex-samkomulag, sá grunnur sem liggur að því nú, mjög mikilvægur hlekkur í þessari keðju. Lög opinber fjármál eru mjög mikilvægur hlekkur til þess að skapa hér nægilegan aga í kringu ríkisfjármálin. Þetta getum við nýtt saman í fastgengistefnu einmitt til þess að byggja hér á raunverulegum stöðugleika til lengri tíma litið, líkt og nágrannalönd okkar, líkt og hin Norðurlöndin hafa náð að gera talsvert langt á undan okkur. Og ég held að þetta sé það sem að vanti í raun og veru sem krítískt element af minni reynslu af vinnumarkaðnum. Það einmitt þetta traust að það sem við séum að byggja upp í kaupmætti á hverjum tíma byggi á raunverulegri traustri undirstöðu sem að falli ekki undan okkur í næstu gengisfellingu. Og þetta held ég að sé lykilatriði inn í næsta kjörtímabil að okkur farnist að finna leið til varanlegs stöðugleika hvað þetta varðar. Það þarf að endurreisa traust milli stjórnvalda og vinnumarkaðar. Það hefur verið á tíðum gott en á tíðum líka afar stirt samstarf og þetta auðvitað gríðarlega mikilvægt ef við ætlum að ná að ljúka þeirri miklu vinnu sem framundan við smíði nýs vinnumarkaðslíkans, að það skapist þétt og gott samstarf milli stjórnvalda og vinnumarkaðar og við náum að byggja upp nægilega mikið traust til þess að hrinda þessum miklu breytingum í framkvæmd. Og þar skiptir auðvitað líka miklu máli að það náist hér sátt félagslegan stöðugleika. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Ásta Guðrún Helgadóttir, Pírati. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér og þetta bara þessi glæsilega samkvæmdi hérna. Við göngum til kosninga á mjög sérstökum tíma í íslenska pólitík. Hérna á víst að vera allt í blússandi uppgangi, efnahagslegu stöðugleiki, sögulegu einhverju og ég veit ekki hvað og hvað. En við þurfum aðeins að minnast á bleikafílinn, risastóra bleikafílinn í Svefnherberginu sem spilling. Við göngum til kosninga út af því að það voru 3 ráðherrar í Panama-skjölunum. Við göngum til kosninga út af því að forsætisráðherra lét eins og fífl í einhverju viðtali. Við göngum til kosninga út af því að skattamálaráðherra Íslands var meðal annars í Panama-skjölunum sem voru í skattaskjölum. Þannig að við þurfum náttúrulega aðeins að minnast aðeins á það þegar við erum að pæla í því sem koma skal. Hvernig við ætlum að tækla kerfislæga spillingu sem einhvern veginn hefur fengið að grassera og út allt í íslensku samfélagi. Ég held þetta mjög einfalt. Við höfum skýra valmöguleika fyrir þessar kosningar. Við getum annars vegar haldið þessu status quo, haldið þessum spillingaflokkum, þessum Panama-flokkum inn á þingi, eða við getum kosið eitthvað annað. Við getum kosið breytingar eða við getum kosið nákvæmlega sama og hefur verið undanfarin áratugi ef ekki 100 ár. Við getum saman staðið að því að endurreisa heilbrigðiskerfið. Við getum saman staðið að því að opna stjórnsýsluna, búa til kerfi sem snúa að því að við treystum ykkur, fólkinu, að við treystum þér til þess að hafa aðgang á upplýsingum sem þegar kemur á stjórnsýslunni. Við treystum þér fyrir því að horfa á nefndarfundin okkar. Við treystum þér til þess að vera með í þessu samfélagi. En á meðan samningar eru gerðir bak við luktar dyr í reykfylltum bakherbergjum, þegar einhvern veginn það í lagi að skattamálaráðherra Íslands sé í Panama-leikunum, þá ég nenni þessari meðvirkni ekki lengur. Ég held að það sé bara komin tími til að við uppfærum Ísland og gerum eitthvað magnað og við höfum frábært tækifæri. Augu heimsins eru okkur og það þurfum við. Við þurfum á þessum breytingum að halda og þurfum svo að sparka í rassinn og við þurfum að kjósa eitthvað nýtt. Takk fyrir þetta, Ásta. Oddný Harðardóttir frá Samfylkingu. Komið sæl og blessuð. Nú eru kosningar á laugardaginn og það alveg rétt að það eru þar tækifæri til þess að gera breytingar. Við höfum hort upp á það að það horft á
efnahagslega stöðugleika sem eitthvað svona töfra orð, en auðvitað getur aldrei orðið nein sátt í samfélaginu nema að félagslegi stöðugleikin fylgist þar að. Og á það leggjum við áherslu. Það hefur verið gaman að fylgjast með upptakti fyrir þetta þing hjá ASÍ og fylgjast með þeim málum sem þið leggið áherslu á vegna þau rýma algjörlega við stefnumál okkar í Samfylkingunni og það er engin tilviljun. Það hefur verið þannig mjög lengi. Það er sama hvort það er í heilbrigðismálum, vinnumarkaðsmálum, húsnæðismálum eða í málefnum barna. Þarna falla stefnurnar og áherslumálin algjörlega saman. Þannig að ef að Samfylkingin kemst í ríkisstjórn þá verða áherslumál ASÍ þar á oddinum. Það er gríðarlega mikilvægt að koma hér á norrænu samningamódeli og það er gríðarlega mikilvægt að ríkið standi við sinn hlut í þeim efnum. Við þurfum að tryggja hér stöðugleika og kaupmátt og lægri vexti og minni verðbólgu og við verðum að gera það saman. Einn liður í því er auðvitað að koma á einu lífeyriskerfi og það var auðvitað mikil vonbrigði að það gekk ekki núna áður en að blásið var til kosningabaráttunnar, en við í Samfylkingunni teljum afar mikilvægt að það mál verði sett strax á dagskrá að loknum kosningum og það skiptir máli fyrir okkur öll, líka fyrir ríkissjóð og efnahagsreikninginn, að það verði gengið frá því máli fyrir áramót og við munum stefna að því. Við höfum talað fyrir því eins og margir hér inni að það sem að mesta kjarabótin væri því að skipta gjaldmiðil vegna þess að hann er okkur mjög dýr, íslenska krónan er okkur dýr, bæði fyrir heimili og fyrirtæki því að vextirnir eru á háir. Við höfum talað fyrir því að ganga í Evrópusambandið og fara síðan í myntbandalagið og taka upp evru og tryggja þannig betri kjör fyrir fólk og fyrirtæki. Það gekk ekki á síðasta kjörtímabili og núna viljum við að þið og þjóðin svari því hvort að halda eigi áfram þeim viðræðum að loknum á næsta kjörtímabili. Takk fyrir þetta, Oddný Harðardóttir. Og næst talar Þórunn Pétursdóttir fyrir Bjarta framtíð. Komið þið sæl. Það er mér mikið ánægja að fá að vera hérna með ykkur og ber ykkur kveðju Óttars Proppi sem því miður gat ekki verið, hann náttúrulega á að vera hér. Það var blásið í skyndi til blaðamannafundar þar sem hann þurfti að vera. Bjart framtíð, frjálslynd, miðjuafl, grænt, umbótasinnað. Við viljum gera miklu betur. Mér finnst eitt mjög áberandi þar sem ég hef farið, ég er nýi pólitík og finnst þetta gríðarlega spennandi. Við tölum alltaf stjórnmálin versus hina. Það er ekki svoleiðis. Ég er kjósandi, ég er Íslendingur, ég bý hér, hvort sem ég er á þingi eða einhvers annar staðar og sérstaklega ef ég myndi nú enda á þingi, þá er ég farvegur fyrir okkur öll. Mér finnst þetta í fyrsta lagi hugsanavillar sem þurfum að laga, en það var nú svona aðeins áður innfeldin í aðra umræðu, sem er það sem við verðum að tala aftur líka, efnahagslegur stöðugleiki, félagslegur og svo framvegis, sannarlega. En til að ná þessu þá þurfum við að setja framtíðarsýn. Hana skortir. Hvar ætlum að vera eftir 30 ár, 50 ár? Við tölum hér, ég hef heyrt að hér er verið að tala mikið norræna velferðarkerfið, velferðarsamfélagið, allt. Þetta er gríðarlega mikilvægt, en þetta er ein stoð af sjálfbærni. Sjálfbærni byggir á efnahagslegum stöðugleika, hún byggir á samfélagslegum stöðugleika, hún byggir á umhverfismálum og vistfræðilegum stöðugleika. Og við erum þjóð á meðal þjóða, við berum mikla skyldu til að uppfylla öll ákvæði sem snúa að vernd umhverfisins. Loftslagsmálin eru gríðarlega mikilvæg, þau eiga að vera hluti af heildinni. Við höfum allt sem þarf til að byggja þetta samfélag upp á þann hátt að við sem í fararbroddi, við byggjum upp lágkolefnishagkerfi til framtíðar, þar sem við notum okkar tækni, okkar kunnáttu til að láta okkur líða vel í okkar landi í samfélagi þjóðanna. Ég trúi því einlæglega að við Íslendingar getum gert þetta með öllum hinum og ég trúi því einlæglega að björt framtíð hafi það sem þarf til að ná þessu því að við viljum vinna að fagmennsku, yfirvegun og festu. Takk fyrir það. Takk kærlega fyrir þetta. Þórunn, Katrín Jakobsdóttir er næst frá VG. Já, komið öll sæl og ég vil segja það að því formenn flokkana eru árlega boðnir til samtaka atvinnulífsins, þá finnst mér það sérstakt gleðiefni að fá að standa hér með ASÍ í fyrsta sinn og er mjög ánægð með það og þakklátt fyrir að fá að vera hér í dag.
Það sem við leggjum áherslu á í þessum kosningum er að það hefur verið efnahagslegur uppgangur eins og hér hefur verið bent á, en á sama tíma sjáum við merki vaxandi misskiptingu í samfélaginu. Og við viljum sem vinstri sinnaður jafnaðarflokkur beita raunverulegum aðgerðum til þess að koma í veg fyrir að þessi misskipting aukist. Og við sjáum teikn á lofti. Við sjáum það að ríkasta 1% á Íslandi er að taka til sín nærri helming fjármagnstekna. Við sjáum sömu samþjöppun á fjármagni og auð hér á landi eins og við höfum séð í öðrum Vesturlöndum og við sjáum það líka ójöfnuðurinn í samfélagum nútímans, hann er ekki endilega að verða til á launastiganum, heldur er hann að verða til einmitt í gegnum fjármagnið. Og þess vegna segjum við, það skiptir máli þegar við stöndum á þessum tímamótum, þar sem við höfum tækifæri einmitt til þess að velja félagslegan stöðugleika, en ekki bara efnahagslegan stöðugleika, því þetta þarf að fara saman, þá skiptir máli að velja stjórnmálaflokka sem eru tilbúnir að beita sér gegn þessari misskiptingu og gera það annars vegar með því að gera skattkerfið okkar réttlátara, þannig að lágtekjufólk og millitekjufólk fái lægri skattbyrði, en þeir sem raunverulega hafa úr fjármagninu á moða, það séu þeir sem leggja hlutfallslega meira til samfélagsins. Og hins vegar þarf auðvitað að styrkja velferðarkerfið, því það er í velferðinni sem eru hinn raunverulegu verðmæti fyrir venjulegt fólk í þessu landi. Og við erum að sjá það að þrátt fyrir að krónur til heilbrigðismála hafi aukist, þá fóru framlög til heilbrigðismála niður sem hlutfall af landsframleiðslu milli áranna 2014 og 2015. Og við þurfum að blása til sóknar í þessum málum. Við þurfum að bæði að setja aukna fjármuninn í kerfið, en við þurfum líka forgangsraði hvert þeir fjármunir eiga að fara. Og okkar sýn er skýr, það þarf að styðja við opinbera hluta kerfisins, sjúkrahúsin, heilbrigðisstofnanir og heilsugæslu og tryggja líka að við léttum leið gjaldtöku af sjúklingum í áföngum, þannig að það þurfi enginn að neita sér hér læknisþjónustu vegna þess að hann hafi ekki efni á henni. Það skiptir líka máli að blása til sóknar í skólamálum. Við getum ekki horft á það lengur að framhaldsskólar og háskólar að þeim sé jafn þröngur, stakkur, sniðinn og raun ber vitni og það er hagsmunamál okkar allra hvar sem við erum að unga fólkið okkar eigi val á menntun við hæfi og það geti sjálft skapað sér sín eigin tækifæri í framtíðinni og þarna þarf að blása til sóknar. Ég vil líka nefna öryrkja og aldraða því þó að ákveðnar kjarabætur hafi skilað sér til aldraða þá er gríðarlega mikið verk óunnið í þeim efnum. Og þetta eru stóru málin, þetta eru verðmætin eins og ég segi sem við eigum saman, þau liggja í velferðinni og þar þarf að fara í raunverulegt átak í uppbyggingu innviða í þessu samfélagi og það skiptir líka máli til að draga úr misskiptingunni því jöfnuður, bæði er það sýnt að samfélög þar sem mestur jöfnuður eru þeim samfélögum sem vegna best efnahagslega en jöfnuður er líka hreint og klart réttlætismál. Og síðust með framsögu er Lilja Dögg Alfreðsdóttir frá Framsóknarflokki, gjörðu svo vel. Kærar þakkir og takk kærlega fyrir að bjóða okkur hingað í dag. Það er mjög ánægilegt að vera hérna á 100 ára afmæli ASÍ. Það vill nú þannig til að flokkurinn minn er líka 100 ára á þessu ári og annar flokkur hefði líka orðið 100 ára alþýðuflokkurinn. Þannig að það er gaman að eiga samleið með ykkur á afmælisárinu. Ég vil fyrst nefna það að staða efnahagsmála í dag er mjög góð. Við höfum verið að sjá það með auknum hagvexti, lægra atvinnuleysi, lækkun ríkisskulda, staða heimilina, hún hefur ekki verið betri í mjög langan tíma. Skuldastaða þeirra er virkilega góð og eiginfjárstaða að bætast. Og þess vegna viljum við í Framsóknarflokknum halda áfram að taka þátt í þessari vegferð sem við höfum verið á. Við erum að leggja fram róttækar skattkerfisbreytingar til þess að lækka skatta á lægri og meðaltekjur. Og við erum með nokkuð vel útfærða tillögur í þeim efnum og við teljum okkur geta gert þetta, fáum við til þess umboð vegna þess að það sem við höfum sýnt á síðustu 4 árum að við höfum farið í róttækar breytingar. Við fórum í það að lækka skuldir heimilina. Allir héldu að þetta væri ómögulegt, en hvernig gerðum við það? Við hækkuðum skatta á fjármálastofnanir og við hækkuðum skatta eða settum skatta á kröfuhafana. Það hafði enginn þorað að gera þetta en við höfum dug og þori að gera þetta. Og ég segi núna, við erum tilbúin til þess að fara í aðra vegferð sem snýr að því að lækka skatta á meðaltekjur og lægri tekjur. Annars sem ég vil nefna og mér finnst mjög gott og er svona aðalatriði hér, það er norræna samfélagsmódelið.
og mér finnst margt mjög gott í þessu módeli. Það gengur út á það að það náist hér sátt á vinnumarkaði og ég held að ef við ætlum að njóta áframhaldandi velferðnar og auka það jöfnuð sem í samfélaginu, því hér tala flokkar það að hér sé ekki jöfnuður, en síðast þegar ég leit á Eurostat þá einn mesti jöfnuður á Íslandi. Það staðan í dag og það svolítið leiðilegt að heyra fólk og stjórnmálamenn segja eitthvað annað. Þeir verða þá bara að sýna mér tölur þess efnis. Og það bara brýnt að við lítum á stöðuna og þær tölur sem við höfum fyrir framan okkur. Og við í Framsóknarflokknum erum algjörlega á því að ef ójöfnuður að aukast og við sjáum teikn þess efnis, þá verðum við að taka á því. Annað sem skiptir auðvitað mjög miklu máli að við séum að vinna með mjög vel skipulegum vinnumarkaði. Og það auðvitað það sem ASÍ hefur verið að vinna að og þetta þeir eru gríðarlega sterk hagsmunasamtök með yfir 115.000 félagsmenn og hafið algjörlega staðið vaktina fyrir ykkar félagsmenn og það vel. En það sem við auðvitað höfum verið að kalla eftir, það eftir betra og meira samvinnu við ykkar hagsmunasamtök og ég sannfærð það að það sé búið að leggja núna mjög góðar undirstöður til þess að svo megi vera áfram, en það afskaplega mikilvægt að hér ríki áfram stöðugleiki og festa við stjórn landsins. Takk fyrir. Já, þá höfum við heyrt framsögur hjá þessum 7 fulltrúum, 7 flokka og við skulum núna gera okkur tilbúin í það að taka við spurningum úr sal. Hugsiði nú eitthvað gott sem að þið getið dæmt á þau, árétta, þetta að vera stuttar spurningar, kjarnyrtar, beint að punktinum, engar ræður eða fyrirlestra og áður en að við gerum þetta og meðan þið hugsið ykkur spurningar þá langar með að nefna eitt og við skulum fara sömu röð ágætu frambjóðendur. Þið talið öll þennan efnahagslega stöðugleika sem á að vera. Ef þið nefnið eitthvað eitt sem varðar félagslegt öryggi fólks eða raunverulegar kjarabætur eða lífskjarabætur í gegnum félagslega kerfið, hvað vildu þið gera fyrst ef þið komist í aðstöðu til eftir kosningar? Ég ætla að gefa ykkur 15-20 sekúndur til að svara. Bjarni, byrja þú. Ósköp einfaldlega, ef okkur mistekst að ná samstöðu nýtt módel til þess að leiða fram kjarabætur í gegnum kjarasamninga í framtíðinni, þá sitjum við með hærri vexti, meiri verðbólgu sem að mun þurrka út margt af því sem við höfum verið að vinna á undanförnum árum. Þorsteinn? Ég held að stærsta málið núna sé raun og veru þegar kemur að kjörum aldraðra. Við þurfum að draga úr tekjutengingum og tryggja lágmarksframfærslu og við þurfum að draga eða gera greiðsluþátttöku ríkissjóðs í heilbrigðiskerfinu breiðari heldur en hún í dag. Hún þarf að ná til geðheilbrigðismála og setja hámarks greiðsluþak á útgjöld fjölskyldu en ekki bara einstaklinga. Ásta? Það nú margt sem við dettur í hug, en svona kannski fyrsta út það stendur mér mjög nærri náttúrulega að viðurkenna það að leigumarkaðurinn þarf að vera ákveðið öryggisnet og við þurfum að fara að stefna því að búa til og hvetja til þess að fólk fái langtíma leigusamninga. Það gengur ekki að fólk fái bara leigusamning frá ári til árs og leiguverðið hækkar og þetta kemur ungu fólki og fólki minni stöðu, nýkomuðu námi, sem að reyna að safna sér fyrir sinni fyrstu íbúð mjög illa. Einhvers staðar þarf ég að búa, leigumarkaðurinn þarf að vera til þess að grípa mig. Ég hef setið í þeirri stöðu að hús foreldra mín var boðið upp eftir hrun. Ég hef staðið þeirri stöðu að gefa sýslumanni kaffi á meðan hann bauð upp húsið mitt. Ég þarf að vera einhvers staðar, ég þarf að eiga einhvers staðar heima og ég á ekki pening til þess að á þeim tíma til þess að bara fara og kaupa mér nýja íbúð, mínu fyrstu fasteign. Leigumarkaðurinn þarf að vera til, hann þarf að vera raunhæfur kostur, hann þarf að vera virkt öryggisnet, virkt félagslegt öryggisnet. Takk fyrir þetta. Oddný, gjörðu svo vel. Já, það að nóg að taka. Velferðarþjónustan auðvitað partur á kjörum landsmanna, en ef ég ætti að nefna eitt, þá myndi ég tala heilbrigðisþjónustuna. Þar þurfum við að gæta öryggi sjúklinga, við þurfum að taka mönnunarmálum og á rekstri stofnananna og við verðum að lækka greiðsluþátttöku einstaklinga í heilbrigðiskerfinu. Þetta stóra málið sem ég held ég myndi raða fremst, en það fleira að taka og við komum að því vonandi á eftir. Takk fyrir það, Þórunn. Já, þetta nú eiginlega fyrsta sem kemur í hugan unga fólkið og það raunverulega að stoppa spekilegan líka út úr landinu. Því framtíðin okkar, nútíðin og framtíðin byggir á því sem við erum að gera hvað varðar unga fólkið.
Þetta snýr að háskólakerfinu, þetta snýr að lánamálum og styrkjum og annað í menntakerfinu, þetta snýr að húsnæðismálum, þetta snýr að heilbrigðismálum, þannig að það faktískt erfitt að taka eitt út en það þarf að stoppa í götin með því að komast ekki undir lekann, heldur skrúa fyrir hann. Takk fyrir þetta Þórunn. Katrín, gjörðu svo vel. Það þarf að fara í það að byggja á húsnæðiskerfinu sem var samþykkt af öllum flokkum og unnið í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og sveitarfélagin. Það þarf að setja miklu meira púst inn í þetta húsnæðiskerfi, meiri stofnframlög, þannig að það sé hægt að leysa úr framboðsvandanum á húsnæðismarki og tryggja þetta leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði, til að mynda fyrir ungt fólk en líka fyrir alla kynslóðir, þannig að við getum séð einhverjar úrbætur í næstu framtíð. Og hitt auðvitað langtímaáætlun í heilbrigðismálum sem ég fór yfir áðan. Takk Katrín. Lilja Dögg, gjörðu svo vel. Takk. Ég held að samvinna stjórnmálanna, vinnumarkaðarins og Seðlabankans sé algjört lykilatriði. Ef það á að vera áframhaldandi stöðugleiki, þá verða þessir 3 aðilar að ná saman. Og það er mjög mikið í takt við því norræna módel sem hér verið að boða. Og ég held að allir stjórnmálaflokkar við eigum að taka þessu fagnandi vegna þess að ef það næst ekki, þá er það alveg rétt, þá gætu vextir haldið áfram og fer Seðlabankinn að vinda ofan af því vaxtalækkunarferli sem er nú þegar hafið og það væri alveg skelfilegt. Annað sem ég lít líka til, það er auðvitað að það þarf að vera jafnvægi á húsnæðismarkaðanum, það skortir framboð og það þýðir ekki að dæla endalausum peningum þar inn vegna þess að verðið þá bara hækkar. Við þurfum að vera á framboðsliðinni og svo er annað sem er mér algjört hjartans mál og ég hef kynnst mjög vel í þessari kosningabaráttu, það er staða eldri borgara. Það þarf að styrkja hana enn frekar þrátt fyrir að við höfum verið að hækka núna undanfarið en þar finnst mér einhvern veginn eins og að við getum gert mjög betur. Takk fyrir þetta. Lilja, nú tökum við spurningum úr sal. Ég vil sjá hendur á loft. Við ætlum að byrja hér á fremsta borði. Bláa skyrtan þarna er númer 2. Þið fyrirgefið að ég er náttúrulega ekki með nöfnin ykkar á hraðbergi. Þarna er herramaður í bleikri skyrtu sem er númer 3. Við látum þetta duga í bili. Stuttar, snarpar spurningar. Ég ætla ekki að leyfa spurningar á alla frambjóðendur í einu því þannig er tíminn fljótur að éta stutt. Gjörðu svo vel. Og kynningu með nafni og stuttar spurningar. Komið sæl. Ég heiti Helga Ingólfsdóttir, er stjórnarmaður í VR. Ég er með eina spurningu sem ég hefði nú vilja allir svari því að mjög mikilvæg, en þú stjórnar hver svarar þá. Spurningin er, hversu mikilvægt teljið þið að útrýma kynbundnu launamun og ef svo er, hvað teljið þið að sé ásættanlegt að það taki mörg ár til viðbótar? Já, þetta er auðvitað mjög mikilvæg spurningu. Ég heyr á viðtökunum salnum að fólk þystir í svar við henni. Ég ætla að gera eina undantekningu, örsnögt svar frá ykkur öllum þetta. Síðan förum við yfir í hitt. Ég leyfi þetta ekki aftur svo að sjá hreinu. Örsnögt svar. Ég hef ennþá ekki hitt nokkurn einasta Íslending sem er sáttur við launamun kynjanna, ekki séu greidd sömu laun fyrir sambærileg störf. Ég held að við þurfum öll að spyrja okkur að því. Hvernig á því stendur að við höfum ekki náð meiri árangri? Ég held að svarið liggi ekki í því sem að allt of margir telja sé eina vandamálið, að það hefur eitthvað brugðist á Alþingi. Það hefur margt brugðist út í atvinnulífinu sem hefði átt að fara betur. Við settum á fót jafnréttisstofu. Jafnréttisstofa getur kallað eftir gögnum frá hverju einasta fyrirtæki og ef það ekki skilar, þá lendir það í dagsektum. Þegar að komin er niðurstaða hjá jafnréttisstofu þá er þetta kæran til kærunefndar. Niðurstaða kærunefndar er bindandi. Menn þurfa að höfða mál til að vinda ofan af því. Menn eiga að skila inn sem eru með fleiri en 25 starfsmenn jafnréttisáætlun. Við erum með jafnréttisráð og við erum með jafnréttisþing og við erum komið jafnréttismálum fyrir í stjórnkerfinu með jafnréttisfulltrúum í hverju ráðuneyti. Styttri svör. Þannig að ég held með allt þetta regluverk, þessar stofnanir, þessar stofur og ráð, þing og ráðherra, þá höfum við samt ekki náð að útrýma málinu og ég held að við þurfum einfaldlega að fara inn í hvert einasta fyrirtæki og velta við steinum og við þurfum að gera það saman. Veriði styttri í svörum, þetta þarf ekki að vera flókið. Þetta er spurning sem að brennur á okkur öllum, ekki síst þeim helmingi Íslendinga sem eru konur. Gjörðu svo vel, Þorsteinn, stuttur. Já, ég skal reyna. Þetta er mjög einfalt. Það er árið 2016, þetta er algjörlega óþolandi, það er löngu orðið tímabært að útrýma þessu. Við höfum á
séð vinnumarkaðinn skapa tækið sem ætlað til þess að útrýma þessu sem í jafnlaunavottunin. Hún byggir á því að þessu útrýmt fyrirtæki fyrir fyrirtæki, stofnun fyrir stofnun. Og þess vegna lagði Viðreisn einfaldlega til að við myndum lögbinda þetta inn í lögum jafnréttisáætlanir að öll fyrirtæki, allar stofnanir ríkisins og öll fyrirtæki með fleiri en 25 starfsmenn yrðu skuldbundin til þess að fara hér í jafnlaunavottun árlega og sýna fram á einfaldlega að það sé ekki kynbundin launamun að finna. Og þetta yrði okkar fyrsta þingmál á nýju þingi. Þetta ágerandi. Ásta, gjörðu svo vel. Árétta stutt svar. Mér finnst þessi hugmynd frá Viðreisn algjör snilld, þannig ég myndi bara styðja hana heils hugar. En við þurfum líka að taka okkur sjálf í smá naflaskoðun. Ég var einu sinni kölluð skraut af blaðamanni út af því að hann vildi frekar tala við Helga Hrafn. Við þurfum að fara að koma fram við konur, ungar konur sem aldnar og taka þær alvarlega. Við þurfum að læra að hlusta á konur og við þurfum að taka því líka alvarlega. Ég held að þetta sé samfélagslegt. Einnig ekki bara eins og Bjarni Ben sagði að það væri hægt að gera allt með einhverjum kerfum og eitthvað þannig. Við þurfum að líta inn á við og við þurfum að læra að taka pláss sem konur og við þurfum að kalla eftir fólki þegar þau kalla mann skraut. Það ekki boði. Ljómandi gott, ég veit ekki hvort þetta þýðir Ásta ætla að kjósa Þorstein, en það getur kannski... Nei, alveg velkomin. Já, bara high five fyrir því, sko. Vel gert. Svona vandinn að vera hérna. Oddný, stutt svar. Já, þetta náttúrulega algjörlega óþolandi staða og konur að missa þolinmæðina. Þetta fjallar ekki bara launin hver mánaðamót, heldur þetta líka eftirlaun kvenna sem eru rýrari fyrir vikið. Og það ágætt að setja upp ykkur jafnlauna átök og vottun og hvað sem en ég held að þetta muni ekki ganga nema að ríki komi með hvata til fyrirtækja, annarkvort í formi skattalækkana. Hugsanlega mætti lækka tryggingagjald fyrst hjá þeim fyrirtækjum sem að taka sig á í þessum efnum og að það að gera kröfur til opinberra stofnana líka. Ég held að ríki verða að stíga inn með ákveðnum hætti og búið til hvata til þess að það gerist strax en ekki eftir 50, 100, 200 ára, guð maður vita hvað. Takk Oddný, Þórunn, gjörðu svo vel. Já, þið vitið ekki hvað ég er búin að reka mig oft upp í þetta fjárans glerþak. Launa og kúltúrs og það ekki svolítið óþolandi að kyn skuli hafa þar áhrif. Það óþolandi að hugsa það líka að dóttir mín og dætur okkar allra og dóttur og dætur okkar allra þurfa að stíla við þetta sama. Það bara nei takk. Þessu þarf að breyta á sama hátt og mínir félagar hér að tala en það þarf að taka kúltúrin líka. Það ekki nóg bara einhver striki í ráðunautum og stofnunum. Þetta kúltúrin okkur við þurfum að breyta honum. Sem fyrst, takk. Takk fyrir það. Katrín, gjörðu svo vel. Já, hvaða áhrif höldum við líka að launaleyndin hafi á þennan óútskýrða kynbundna launamun? Og þurfum við ekki bara að horfast í augu við það að við þurfum miklu meira gagnsæi í launaákvörðunum því þessi óútskýrði kynbundni launamunur, hann leynist alls staðar og það ótrúlegt hvað þetta kerfi seigfljótandi í breytingum. Jafnréttismenntun var sett inn í grunnskólalög 1976 sem fæðingarár mitt. Jafnréttismenntun fór inn í námskrá 2011. Það tók 35 ár. Og við höfum örugglega allar verið kallaðar skraut. Einu sinni var ég kölluð gluggaskraut af fyrrverandi forsetaframbjóðanda. Og sem betur fer þessi sjónarmið á undanhaldi en við getum ekki leyft okkur að bíða og við getum ekki leyft dætrum okkar að bíða. Þannig að ég segi miklu meira gagnsæi og ég held að það sé það sem þarf til þess að ná þessum óútskýrða kynbundna launamun burt og ég til í samstarf alla góðar hugmyndir eins og þá sem hér hefur verið nefnt jafnlaunavottun. Já, takk fyrir þetta. Lilja Dögg, gjörðu svo vel. Já, við héldum upp á kvennafrídaginn hátíðlega núna mánudaginn og ég ákvað að taka dóttur mína með sem 7 ára og ég fekk það hlutverk að skýra þetta út fyrir hún 7 ára og ég segi, já, strákarnir fá hærri laun. Bara, hærri laun, hvað það mamma? Ok, þeir fá fleiri límmiða, þú fær 1 límmiða og þeir fá 2. Og hún segi, þetta mjög ósanngjarnt. Fórum við niður í bæ og við héldum áfram þessu samtali. Og ástæðan fyrir því ég tók dóttur mína með vegna þess að ég vil byrja strax. Við þurfum að brýna það fyrir dætrum okkar að þær þurfum að berjast fyrir sínu. Hvað ger ég annað? Jú, ég utanríkisráðherra. Hvað ger ég? Ég kanna það hvern einhver óútskýrður launamunur í mínu ráðuneyti.
Nei, hann ekki. Þannig ég segi, eftir höfðinu dansa liminir, stjórnendur verða að taka á þessu sjálfur og við erum með skýr skilaboð. Við erum búin að setja alls konar mekanisma á stað en tökum þetta inn á heimilin okkar, segjum dæturum okkar, skýrum út strax fyrir þeim hvernig það eiga að hegða sér. Svo hef ég líka alltaf sagt að við unga hagfræðingar, ég var áður í Seðlabankanum, ég segi alltaf, fylgist þið alltaf með þeim sem eru nýkomnir og hvað þeir eru að gera og tekkið á þessu með reglulegu millibili, ekki vera feimnar. Takið ykkur pláss, berjist. Já, þetta var mjög forvitnileg yfirferð. Þetta sem sagt samfélagsins alls að bregða við. Þetta eru ráðuneytin og hið opinbera, þetta er vinnumarkaðurinn og þetta er hugafar okkar sjálfra. Það var spurning hér, önnur spurning og ég ætla ekki að leyfa þetta aftur að fara allar rúndið. Þú verður að beina tiltekinni spurningu á tiltekinn frambjóðanda. Já, bara best að ég ætla að beina spurningum til stjórnarmannana, Bjarna og Lilju. Nú talaðum að við séum í tímabundnum stöðuleika og hagvexti sem þá einn og veru svona umhverfinu að þakka en ekki endilega ykkur stjórnarmannaflokkunum og við getum svo sem haldið langar ræðum það. Þú ætlar ekki að gera það, bara beina spurningu á annað þeirra. Mín spurning til þeirra hver ykkar sýn á stöðuleikan akkurat núna í dag og hvernig ætlum við að viðhalda honum því að þetta krafa okkar launþegana til að taka upp þetta nýja norræna launamódel. Öll samtöl sem við höfum átt, við höfum alltaf endað þessu, það þarf að vera stöðuleiki frá ykkar sjónarhóli. Takk fyrir. Hvort ætlar að spyrja vegna þess að við getum ekki látið þetta snúast það þurfa alltaf annaðhvort stjórn að svara eða stjórnarandstaða. Viltu spyrja Bjarna eða Lilju? Bara Bjarna þá. Típist, við vorum að tala jafnrétti og þessum beintil, þetta ekki hægt. Þetta ekki hægt. Og nota benist og ég kem úr Seðlabankanum. Við skulum láta þetta ganga, gjörðu svo vel Bjarni. Og af hverju þú hér? Já, nákvæmlega. Þetta er þannig að þið getið ekki tryggt stöðuleikann, ég geta ekki heldur, það geta samtök atvinnulífsins ekki heldur gert sem að Þorsteinn var eins og hjá, nema við gerum þetta saman. Það er enginn á Norðurlöndunum að líta til íslenska módelsins og segja, þetta svona gerum við þetta, þeir eru búin að taka út, hérna 10% kaupmáttaraukningu í síðasta árið. Ekki höfum við verið að gera það. Við hljótum að vera að gera eitthvað rangt. Er einhver að segja þetta við sig á Norðurlöndunum? Ég held ekki. Ég barðist fyrir því að það sett fjármálaregla inn í lögum opinber fjármál að við mættum ekki reka ríkissjóð nema í afgangi á hverju 5 ára tímabili. Að við myndum setja okkur skuldaþaksreglu. Það væri skylda að greiða niður opinberar skuldir og við ætlum að setja okkur langtíma markmið að vera með lægri skuldir heldur en allar aðrar þjóðir inn í framtíðina. Þetta allt búið að binda í lög. Við erum komið með langtíma áætlun í opinberum fjármálum. Við ætlum að vera með 1% afgang af landsframleiðslu í ríkisrekstrinum og í hinum opinbera rekstri. Við höfum gert núna samkomulagi við sveitarfélögin. Við erum búin að laga regluverki okkar. Við erum að bíða eftir að vinnumarkaðurinn komi með. Þá komið þið og segið, já, hvað ætlið þið að gera til þess að við getum uppfyllt allar forsendur fyrir því? Vinnumarkaðurinn er bara búin að vera of lengi að fara fram með sérkröfur. Þetta alltaf sama. Já, ég ætla að vera með í norræna módelinu, en ég hef tekið eftir að Lilja aðeins hækka meira en ég, þannig að ég þarf bara fyrst að jafna mig við hana og svo skal ég vera með. Svo það lagað, þá kemur næsti og þetta höfrungarhlaupið sem endalausa. Menn verða bara að hætta þessu. Og við verðum að bindast höndum saman að laga módelið í átt að því sem gerist á Norðurlöndunum og einstakar sérkröfur ganga ekki upp. Takk fyrir þetta, Bjarni. Og ég vil árétta það, við erum ekki bara með 2 flokka hér sem hafa setið í ríkisstjórn. Við erum til dæmis með 4 flokka hér sem að tala saman það að mynda næstu ríkisstjórn. Við erum líka hérna með Viðreisn sem tekur ekki þátt í því en gæti hugsanlega lent í oddaaðstöðu eftir kosningar. Þannig að deiliði spurningunum á þau öll, þau hafa öll mikið að segja og næsta spurning úr salnum var hér. Góðan daginn, takk fyrir að koma. Ég heyri það og ég verði undir að beina aftur til Bjarna vegna þess að það hans frumvarp sem ég ætla að spyrja út í. Nú skilst mér að þið ætlaði að ganga í saleik sem ánægjulegt og vil þá gjarnan vita hvort að
hinir opinberu sjóðir verða skertir að tryggingafræðilegri stöðu eins og við höfum verið neydd til að gera fyrir bæði hruni og breytingum á lífeyrisaldri, eða ætlið þið að bæta okkur upp muninn 4.350 milljarða? Takk fyrir þetta. Ég verð að átta mig betur á spurningunni. Þú talar um Saleg og þú talar um að við ætlum að setja peninga inn í hvað? Í Saleg var hindrunin núna að hið opinbera vildi ekki skerða sína lífeyrissjóði líkt og við höfum verið neydd til að gera. Ætlið þið að skerða eða ætlið þið að borga okkur 4.350 milljarða fyrir skerðingum 1997 og 2000? Takk fyrir þetta. Með við loforðin sem að flæða yfir kjósendur núna, þá ætti ég nú kannski bara að segja já, ég skal borga 4.000 milljarða. En málið er það að þetta er ekki alveg nákvæmt hjá þér. Ég ætla bara að segja þér hvað málið snerist, eins og ég horfa á það. Þetta snerist það að við ætlum að hætta að vera með bakábyrgð ríkisins á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna, en við ætlum að tryggja að menn kæmust með óskarðan hlut frá borði. Menn sögðu, ef við eigum að fara upp í 67 ár, þá þurfum við að fá okkar fyrir það, við staðgreiddum það. Þá sögðu þeir, já, en við erum með jafna lífeyrisréttinda áherslu allan tíman. Það kostar svona, við staðgreiddum það. Já, en við þurfum að laga hallan. Við skulum borga þessa 57 milljarða sem í halla. Auðvitað er það sjálfsagt mál að sjóðurinn sé full fjármagnar þegar við afnemum bakábyrgðina og við buðumst til að gera það. Svo var settur upp varasjóður og frumvarpið sem ég lagði fyrir þingið var í nákvæmlega samkvæmt samkomulagi sem gert hafði verið. Og við höfum vilyrði frá almenna markaðnum, frá ykkur og öðrum sem hafa verið aðilar að Saleg-samkomulagi að þetta gæti gengið á þess að raska forsendum. Það sem gerðist síðan var það að opinberu félögin stukku frá borði. Og ég held að stóra spurningin sem þið ættu í raun að vera að spyrja fyrir þessar kosningar, ætla menn að styðja frumvarpið eins og ég lagði það fyrir þingið, eða ætla menn að ganga að kröfum opinberu félagana sem þýðir enga jöfnun lífeyrisréttinda næstu áratugina, heldur fulla bakábyrgð, enga skerðingar og opinbera starfsmenn sem eru komnir inn í kerfið, heldur bara á almenna markaðinn. Og ég er á móti því. Takk fyrir þetta, Bjarni. Ég vil fá fleiri hendur á loft. Þarna einn herramaður, hann númer 1 í þessari hrinu, númer 2 hér og númer 3 þarna fyrir aftan, og ég bendi ykkur á það að það engan veginn öruggt að Bjarni verði fjármálaráðherra eftir næstu kosningar, þannig að það eru fleiri hér sem að geta leyst úr ykkar spurningum. Gjörðu svo vel. Já, sæl öll. Aðalsteinn, formaður Framsýnar stéttarfélags og Húsavík talar hér og ég með eina spurningu til Katrínar. Eru þið tilbúin hjá VG að beita ykkur fyrir lögum frá Alþingi keðjuábyrgð fyrirtækja, verktaka sem taka sér verkefni á íslenskum vinnumarkaði? Takk fyrir það. Já, þetta er beinlínis í okkar kosningaáherslum. Það er að koma með lagafrumvarp sem tekur nákvæmlega á þessu þannig að það verði tryggt að við getum barist í samvinnu við verkalýðshreyfinguna gegn mansali á vinnumarkaði. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál og þetta verður eitt af okkar forgangsmálum ef við höfum til þess aðstöðu og fáum til þess umboð kjósenda. Takk fyrir þetta. Númer 2. Já, spurning mín var svo með þessa keðjuábyrgð, en engan sér þá var svört atvinnustarfsemi og við gerðum spurningu og þá kom ráðherra í Kastljós og sagðist ekki geta sett þessa ábyrgð á, eða þessi refsa þau sem væri með kennitöluflakk og fleira í fyrirtækja vegna þess að það væri hindrun á nýsköpunarfyrirtæki. Ég spyr, er það raunveruleg skoðun? Eigum við ekki að vinna einhverja reglugerð sem getur tekið á svartri atvinnustarfsemi og kennitöluflakki og þá ábyrgð aðalverktaka til þess að hreint og beint að útrýma þessu? Getum við ekki bara sett á sérlög fyrir nýsköpunarfyrirtæki? Hvernig ertu að spyrja? Já, ég beinir þessu til Oddnýjar. Oddný, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Jú, við þurfum að taka á þessu máli með lagasetningu. Það er óþolandi. Það þrælahald sem að þrífst hér hjá mörgum víða land og oft meðal undir verktaka, og ASÍ hefur staðið sig óskaplega vel við að gæta réttindum
fólks og uppræta þetta sem ég kalla þrælahald. Ríki mætti gera betur. Ríki mætti koma þarna að málum miklu sterkar en gert hefur verið og að kennitöluflakki auðvitað og þarna liggja úti líka skatttekjur sem við þurfum á að halda til þess að reka hér sterkt velferðarsamfélag. Við þurfum á skatttekjunum að halda til þess í heilbrigðiskerfi, í skólana, í vegina og svo framvegis og þess vegna eigum við að finna leiðir til þess að uppræta þetta. Og síðan kennitöluflakkið, það bara gengur fram á okkur. Það gengur fram af réttlætiskendinni og þess vegna eigum við að taka á því. Takk fyrir þetta, Oddný, og ég minni aðra frambjóðendur á að þið getið tala hér aðeins í lokin og þá ykkur að sjálfsögðu frjálst að bregðast við því sem að þið viljið svara konkrétt af þeim spurningum sem kom út úr sal, þannig að þið ættu öll að koma ykkar helstu punktum að hvað það varðar þótt þið fáið ekki beina spurningu efnið. Þriðja spurningin var þarna aftan í salnum. Við fáum hljóðnemann þangað. En það er vefútsending, þannig að við viljum gjarnan að þau geti heyrt líka. Rannveig Sigurðardóttir heiti ég í VR og ég ætla að beina orðum mínum til Pírata. Og ég ætla að segja henni það að mér leiðist þegar fólk talar illa um aðra og halda sig við málefnin og það sem þið viljið koma á framfæri. Látið þið aðra flokka sín málefni en talið þið ykkar og ekki náungan. En mig langar að spyrja þig frá Pírötum, hver stefna ykkar í vinnumarkaðsmálum? Takk. Ásta, gjörðu svo vel. Stefna okkar í vinnumarkaðsmálum nú kannski ekki sérstaklega mikil. Það verður bara viðurkennast. Þetta erum við nýr flokkur og við erum ekki svona flokkur sem býr til eitthvað svona checklista stefnu. Hins vegar þá erum við með mjög sterka nýsköpunarstefnu sem fólst meðal annars í því að sækja aðild að Geimvísindastofnun Evrópu sem náttúrulega bara frábært framtak. Nei, í alvörunni tala, þið gerir ekki grein fyrir hversu frábært það ef Ísland aðili að Geimvísindastofnun Evrópu, hversu mikil áhrif það myndi hafa á nýsköpun og rannsóknir á Íslandi. Þannig að við og ég persónulega mjög allt þetta sem þið eru búin að vera að gera í bæði ASÍ, Starfsgreinasambandi, VR og eitthvað þannig og fleiri þannig félög. Ég kann rosalega vel að meta það og við viljum hlusta á ykkur og búa til bestu mögulegu stefnu með ykkur, fyrir ykkur og að sjálfsögðu það þarf náttúrulega jafnrétti, jafnræði að vera að leiðarljósi. Takk fyrir þetta. Ég ætla bara að spyrja beint, einhver hérna með spurningu til Þorsteins, Lilju eða Þórunnar hjá Bjartri framtíð? Þá hleypum við þeim að núna. Þarna einn herramaður með spurningu ef hann geti fengið hljóðnemann. Gjörðu svo vel. Þorsteinn, launaleynd í þínu fyrirtæki? Fyrirgefðu. Launaleynd í þínu fyrirtæki? Já. Páll heiti ég. Þetta einfalt svar. Nei, ég atvinnulaus. Já, það var ekki flókið, það margt sem kemur hérna fram. Hann náttúrulega að sækja vinnu hérna hjá okkur maðurinn. Má ég aðeins koma hérna, hann líka orðinn stjórnmálamaður því hann svaraði ekki spurningunni. Ég svaraði nákvæmlega, ég hef ekkert fyrirtæki til að starfa hjá, þannig að það, Come on, þú veist alveg hvað hann að segja. Já, við heyrum það Þorsteinn að þú fara alls konar viðbrögð á þetta. Viljiði spyrja núna bara beint út, það Lilja og Þórunn sem hafa ekki svarað neinu. Jú, Nei, fyrirgefið þið. Þórunn hefur ekki svarað neinu, ætlaði ég nú að segja. Spurning fyrir hana, gjörðu svo vel. Þarna aftar. Jóhann Sigurðsson heiti ég, formaður félags málmennarmanna á Akureyri. Ég nú helst vilja beina þessu til allra, en spurningin samt sem aður eftirferandi. Munið þið beitingu fyrir því að fella verðtryggingu af húsnæðislánum? Og það einfalt svar já eða nei og helst sem hann hefði viljað hlaupa þessu á alla línuna. Það aldrei að vita nema þau koma inn á þetta í lokaorðunum og eftir. Þau hafa tækifæri til þess. Gjörðu svo vel að svara. Þú sagðir einfalt svar já eða nei.
Mér skilst að það sé mjög einfalt svar, já. Já. Og það munum við líka halda áfram að gera, það er mjög mikilvægt. Við þurfum að draga úr verðtryggingunni. Jú, við erum einu flokkur sem hefur að beita okkur fyrir þessu, Katrín. Þið hefðu heilt kjörtímabil síðast og gerðu ekkert. En þið hefði lofað þessu frá 1987. Það eru ansi mörg kjörtímabil frá 1987. Já, það er bara hressandi þegar þið talið aðeins saman. Fleiri spurningar úr sal. Númer 1 og númer 2, látum það duga í bili, stuttar spurningar. Takk fyrir, gjörðu svo vel, hljóðunum minn og leiðinni til þín og ég bið ykkur að kynna ykkur með nafni, það fer betur á því. Já, sælverði, ég heiti Ólafur Kristinn og mig langar að spyrja, kannski Oddnýju sem fyrrverandi fjármálaráðherra, sér þú nokkuð möguleika á því að hægt verði að verja húsnæðisskuldara? Því að nú verður örugglega, skal segja, gengisfelling þar sem að gengið hefur styrkt svo mikið og bæði ferðaþjónustan og útgerðin að kalla á gengislækkun. Sér þú einhverja möguleika á því að hægt sé að verja þá sem skulda húsnæðislán eða verja húsnæðislán? Takk fyrir það. Já, við auðvitað búum við það að við erum með lítinn sjálfstæðan gjaldmiðil sem er okkur mjög kostnaðarsamur. Þannig að honum fylgir þessir vextir og meðan við erum með þessa vexti þá munum við alltaf þurfa að greiða þennan kostnað. Það er hins vegar, höfum við talað fyrir vaxtabótum sem að koma til móts við skuldara þegar að gengið fellur. Það er að vísu mjög sterkt núna, en sagan sýnir okkur að krónan sveiflast. Og árið 2011 til dæmis, þá voru vaxtabætur hér rúmir 19 milljarðar, þar sem við vorum að reyna að koma til móts við fólk í vanda, rétt eftir hrun. En núna, í fjárlögum fyrir árið 2016, eru vaxtabætur 6 milljarðar. Þannig að það er ekki mikið til í fjárlögunum til þess að koma til móts við skuldugt fólk sem að lendir í vanda ef að gjaldmiðillinn hrynur, en við myndum vilja styrkja þetta kerfi mun betur til þess að hjálpa fólki sem að glímir við vanda vegna húsnæðislána. En þannig er það bara. Við berum kostnað af þessari krónu, viljum við losna við hann, þá skulum við fara í þá verkferð að skipta hér gjaldmiðil. Takk fyrir þetta, Oddný. Ég ætla að spyrja ykkur ég ætla að beina spurningunni minni að henni Ástu, að því nú er bara sína kannanir það að þið eru að ná svolítið fylgi. Hvað ætla að setja mörg prósent af landsframleiðslu í heilbrigðismálin ef þið náið inn á þing? Allavega meira heldur en núna. Hvað mörgum prósentum? Ég man ekki hvað prósentin var núna, er núna. Ertu ekki búin að kynna þér það? Ég bara því miður, þá er þetta bara alveg stólu úr mér, en við viljum endurreisa heilbrigðiskerfið, það er alveg rétt. En ég vil sjá, mig langar bara að þið hugsið svolítið það hvað þið ætla að beina mörgum prósentum inn í heilbrigðiskerfið að landsframleiðslu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Viltu bregðast eitthvað frekar við því, Ásta? Hvað var þetta? Er það ekki 11%? Er það ekki svarið? Býtum, ég lýri þessu í prófi. Nei, bara fyrirgeðu. Þessar tölur voru algjörlega stolnar úr mér. Er ekki 9% núna það bil og við viljum í raun og veru verja allavega 11% sem er þá í samanburði við þau OECD-lönd og þau Norðurlönd sem við viljum miða okkur við. En bara fyrirgeðu, ég myndi að það var það bil 2% hækkun allavega miðað við núna, ef ekki meir, en síðan snýst það náttúrulega líka það að nýta það fjármuni sem eru í heilbrigðiskerfinu betur og það er náttúrulega það sem McKinsey-skýrslan náttúrulega sýndi fram á. Þannig að já, svara þetta spurningunni þinni. Takk fyrir þetta. Vil árétta það, ég vil hafa þögn í salnum á meðan þau eru að svara spurningunum og fyrir svona mann eins og mig sem man ekki símanúmer hjá sér þá getur maður alveg skilið það að þessi stjórnmálamenn séu ekki með allar tölur á hraðbergi. Þannig að spurningarnar mega líka vera kannski svona formaðar þannig að menn þurfi ekki að vera með allar tölur úr ríkisreikningi á hraðbergi. Við fáum næstu spurningu þaðan úr salnum, eru fleiri hendur á lofti? Þessi herramaður hér var búinn að bíða aðeins og svo hér. 1, 2, 3.
Sigmundur Halldórsson heiti ég. Ég veit ekki alveg til hvers ég ætti að beina spurningunni. Ég veit ekki alveg hver líklegastur til að ráða þessu, en síðasta ríkisstjórn hún lofaði okkur því að það kæmi til framkvæmdar lækkun tryggingagjalds. Eitthvað hefur mér nú fundist lítið efndirnar af því. Spyrja kannski bara Bjarna beint, hefði þetta komið á næsta ári eða? Þegar þú segir að við höfum lofað ykkur lækkun tryggingagjalds, ert þú að reka fyrirtæki og borga tryggingagjald? Og heldur þú að við höfum ekki lækkað tryggingagjald? Við höfum lækkað það 4 sinnum. Við höfum lækkað tæpt %. Og það veruleg lækkun, hún veruleg og á sama tíma höfum við verið að stórauka framlög inn í almannatryggingakerfið. En ríkissjóður hefur ávallt litið þannig á að tryggingagjaldið, almenni hluti þess sem ekki sérmerktur til dæmis fæðingarorlofssjóði eða atvinnuleysistryggingasjóði, þyrfti að vera til staðar til að standa undir útgjöldum almannatrygginga. Og það hlutfall, það lækkar þegar við lækkum hlutfallið og erum að stórauka framlögin inn í almannatryggingar. Þannig að það ósanngjarnt af þér að benda á okkur og segja að þið hafi ekki lækkað tryggingagjaldið vegna þess að við höfum einmitt gert það. Við höfum gert það oftar en einu sinni og við gerðum það síðast 1. júlí 0,5%. Takk fyrir þetta. Hver var númer 2? Árétta það, ágætu frambjóðendur, punktið hjá okkur ef þið viljið svara einhverju sérstöku sem ekki beint til ykkar, þið hafið tækifæri til þess. Svörin snörp, gjörðu svo vel. Jón Ragnarsson heiti ég. Mér langar að spyrja að því að inngangi hjá Sigmari áðan, þá talaði það velferð og annað. Svo eru 2 frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins með sitt í öðrum sjóðum, faldar annar staðar í skattaskjólum. Finnst mönnum það ekkert að vera í framboði og tala velferðarmál? Takk fyrir. Ég skal fá að svara þessu. Í fyrsta lagi, hvaða frambjóðandi ertu að tala um? Þú ert að benda á mig og Ólöfu Nordal. Ólöfu Nordal hefur aldrei haft eina einustu krónu í einu einasta skattaskjóli. Það bara rangt. Þetta röng fullyrðing og það búið að ljúga þig fullan af svona frambjóðandum eins og þeim sem hér upp í pallborðinu. Þetta bara röng fullyrðing sem að ég harma að þú skuli vera að éta upp. Aldrei haft krónu, þetta bara rangt. Það skiptir mig máli að fá að leiðrétta svona þvætting. Í öðru lagi þá hef ég birt mín skattframtöl, ég hef talið það fram sem að mér ber að gera og ég greitt alla mína skatta. Fullyrðingar annað eru helber lygi. Takk fyrir þetta. Númer 3, það varst þú, það ekki þarna aftar? Já, fyrirgefðu. Hver var næstur? Nú ég kann ekki telja. Já. Já, Hjörtur Geirmundsson heiti ég. Mér langar til að spyrja, kannski vera með leiðilega spurningu, en allur loforðaflaumurinn sem að gengur nú yfir okkur, hann kostar víst eitthvað. Og ég mátti kannski bara skjóta þess á Katrínu. Hvernig ætlið að fjármagna þetta allt saman? Þetta kostar eitthvað meira heldur en að í kassanum kannski núna og oft það þannig að við borgum þetta nú á endanum, en ég langar bara að spyrja þetta, hvernig á að fjármagna allt sem að búið að lofa. Ég get svo sem ekki tala fyrir því hvernig ég fjármagna það sem aðrir hafa lofað, en við höfum kostnaðarmetið það sem við stefnum á, til dæmis í heilbrigðismálum, skólamálum, þegar kemur að öldruðum og öryrkjum, og við höfum lagt fram skýrar hugmyndir og tillögur hvernig megi gera það. Hér var spurt áðan skattaundanskot og ég hef nú ítrekað bent á í þessari kosningabaráttu að það erfitt að meta umfang þeirra, þau hafa verið varlega áætluð af ríkisskattstjóra 80 milljarðar á ári. Þannig að eigum við kannski að byrja þar. Þetta miklu meira en útgjöld til dæmis mennta- og menningarmálaráðuneytis. Þetta jafnast á við heilan spítala og við viljum fara í raunverulegt átak með ykkur og með atvinnurekendum í því að uppræta skattaundanskot. Ég ekki að segja að þessir 80 milljarðar skili sér, en ég veit það að fjárfesting til dæmis í eftirlitsstofnunum eins og ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra og mun skila sér margfalt tilbaka. Við höfum sannanir það, eða dæmi það öllu heldur frá öðrum löndum. Og ég vil líka segja það að það skiptir máli að gera umbætur og löggjöf þó að það hafi náðst góð samstaða það í þinginu núna í vor að fara í ákveðnar umbætur og lögum gegn skattaundanskotum. Og ég nefni það sérstaklega þunna eiginfjármögnun sem ég hef barist fyrir inn á þinginu síðan 2013 og rataði inn í góðri pólitískri samstöðu inn í löggjöf gegn skattaundanskotum. Við erum líka með þeirra skoðunar og það auðvitað ekkert leyndarmál að við teljum eðlilegt að það ranni eðlilegri
eðlilegt gjald af auðlindarentunni hvort sem í sjávarútvegi eða orku inn til samfélagsins. Og við vorum ósammála því þegar veiðigjöldin voru lækkuð hér í upphafi kjörtímabils, það var forgangsverkefni núverandi ríkisstjórnar. Við teljum miklu eðlilegra að þessi renta skili sér í meira mæli til þjóðarinnar sem á þessar auðlindir. Og í þriðja lagi vil ég segja það að þegar við tölum fyrir réttlátum skattabreytingum, þá snúast þær það að skattleggja þá fjármagnið, þar að segja þá sem eru raunverulegir fjármagnseigendur í samfélaginu. Ég að vitna til þess að ríkasta 1% sem ég nefndi hér áðan og fylgja þar fordæmi þeirra sem hafa einmitt skattlagt þá en hlífa frekar millitekjuhópunum, lágtekjuhópunum. Það ekki þar sem við eigum að skattleggja. Takk fyrir þetta, Katrín. Ég að halda hérna nákvæmt bókhald yfir svörin hjá frambjóðendum. Einhverju með sérstaka spurningu á Lilju Dögg, Þórunni eða Þorstein Víglundsson? Gjörðu svo vel. Fleiri? Númer 2. Alltaf gott að líta til vinstri. Tryggvi Ástórsson heiti ég. Mér langar að spurja Lilju að því þau tala 25% skatt á lægri tekjur eða meðaltekjur. Mér langar að spurja hvernig við eigum eiginlega trúa því að vera í staði við það, því að þegar tala nefnt, ef við tökum þetta stórkostlega þarna lækkun skuld og annað, þá borgum við það stæðstu lítið sjálf með séreignarsparnaðinum okkar á að gera hitt eins. Nei. Þetta mjög góð spurning og þakka kærlega fyrir hana. Eitt af því sem við erum að líta til þess að fara í róttækar skattkerfisbreytingar og lækka skatta á þennan hóp svona verulega. En við gerum það líka með því að fara í breytingar á öðrum sviðum, til að mynda tekjutengja persónuafsláttinn, og allt þetta hjá okkur miðar að því að auka kaupmátt millitekjuhópsins, og þannig að ef við fáum til þess umboð þá viljum við fara í þessar róttæku breytingar. Mikið af þessum tillögum byggja líka á samráðsvettvangi aukna hagsæld og hefur talsverð vinna farið í þetta, en þetta miðar að því að gera skattkerfið okkar skilvirkara og gegnsærra. Og ég tek líka alveg undir með Katrínu Jakobsdóttur að við þurfum auðvitað að taka verulega á þessum skattundanskotum. Það heilmikið fé að hafa þar og við eigum ekki að hika við að fara í það. Má koma með spurningu úr panel eða? Hvað segirðu? Má koma með svona framhaldsspurningu úr panel? Þetta svo áhugavert, ég ætla bara að leyfa það. Já. Nú gerir Lilja tillaga samráðsvettvangsins ráð fyrir því að til þess að fjármagna breytingun á skattprósentinu og persónuafslættinum að þá verði vaxtabætur felldar niður. Gerir tillaga ykkar ráð fyrir því eða ekki? Já, við viljum láta skoða það vegna þess að ég ekki á því að við eigum, þegar vaxtabætur hækka svona gríðarlega, það vegna þess að heimilin skulda mjög mikið og lækkun vaxtabóta eins og Oddný nefndi, þær eru vegna þess að eiginfjárstaða heimilina hefur verið að vænkast verulega. Þannig að ég tel að það komi alveg til greina að endurskoða það verulega vegna þess að útgjöldin mega ekki vera gríðarleg. Við erum róttækur, mjög ábyrgur flokkur og við teljum með því að fara í þessar kerfisbreytingar að þær munu gagnast hagkerfinu okkar mjög vel. En takk fyrir spurningun og Þorsteinn, ég á þá eina inni, hvernig þú ætlar að tryggja þennan gengistöðuleika og reyna að lofa okkur því að einhver gjaldmiðill geti verið alveg stöðugur, því að þetta alveg ótrúlegt að menn komi hérna fram og segi, lítið er að til að mynda á norsku krónuna. Norska krónan lækkaði verulega þegar olíuverð lækkaði. Þetta snýst ekki gjaldmiðilinn, þetta snýst efnahagsstjórnina, það sé stöðuleiki og agi á ríkisfjármálum, það sé fjármálastöðuleiki og það sé gott samstarf við vinnumarkaðinn, Seðlabankann og stjórnmálin. Þannig gjaldmiðilinn hitamælir, hann ekki trúarbrögð. Já, þarna opnaðist Pandóruboxi, ég segi þau lifna öll sem við og vilja fá að svara alveg hægri vinstri, þetta þetta mikið hitamál. Ég ætla að koma með spurningu um það hvenær Framsóknarflokkurinn hefði síðast verið kallaður róttækur flokkur. Mér finnst þetta mjög gott. Það bara vegna þess að þú ekki kynnst mér nóg. Já. Það það. Jú, Oddný, ég ætla að leyfa þér að segja eitt, þetta náttúrulega risastór spurning þetta með gjaldmiðilinn. Ég ætla bara að segja varðandi vaxtabæturnar, af því að Lilja segir að þær hafi lækkað út af því að skuldastaðan sé betri, en viðmiðum, bæði launa og eignaviðmiðum hefur ekki verið breytt í mörg ár og það þess vegna sem að 9.000 fjölskyldur fengu ekki vaxtabætur núna eftir síðustu kjarasamninga. Þannig að þetta þarf auðvitað að vinna saman og það fullt af fjölskyldum sem að fengu kjarabætur sem að töpuðu vaxtabótum á móti og standa verr eftir. Já. Takk fyrir þetta.
Finnst ykkur að ég eigi að taka eitt svar af Þorsteini að því hann fekk að spyrja eða leyfa honum? Spurningur sal, Þórunn eða Þorsteinn, fyrirgefið þið, ég sé ekki alltaf hendurnar hérna fyrir ljósum. Þórunn eða Þorsteinn, áður en við höldum lengra, gjörðu svo vel. Fyrirgefið, þið verða að fyrirgefa, það eru ljós hérna framennum og ég sé ekki allt saman. Komið sæl, Ingibjörg heiti ég. Hún er komið með mikrofónin, gjörðu svo vel. Þorsteinn, hvað vill þinn flokkur gera til að ná stjórn og allt of örri fjölgun ferðamála hinga til lands, þannig að innviðir haldi við fjölgunina? Já, þetta er alveg fjandi góð spurning. Mér finnst vera einmitt mikið umhugsunarefni hvort og þá með hvaða hætti við getum mögulega reynt að tempra þennan vöxt. Við höfum náttúrulega í raun og veru í gegnum Isavia ákveðin tæki til þess, þar sem að Isavia er jú í ríkiseigu og ég held að það séu of lítið tala saman í raun og veru milli þá stefnumótunar greinarinnar sem er sífellt að tala um ekki að fókusera á fjölda, heldur tekjur per ferðamann, og svo aftur opinbera félagsins Isavia sem virðist einmitt fyrst og fremst fókusera á fjölda. Og ég tek bara undir vangaveltur formanns samtaka ferðaþjónustunnar sem að velti þessu sama upp og spurði sig og gæti verið skynsamlegt að einfaldlega takmarka aukninguna Keflavíkurflugvöll að minnsta kosti næstu 2-3 árin meðan við náum í skottið okkur og ég held að við eigum að skoða það. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Spurning á Þórunni frá Bjartri framtíð. Gjörðu svo vel þarna aftur, þarna fyrir aftan, fyrirgefðu, hann spurði áðan, þessi fyrir aftan þarna. Já, góðan daginn, Sigurður Bessason heiti ég. Við vitum og þekkjum þann vanda sem er að glíma við á leigumarkaði. Það var gert samkomulag milli aðila vinnumarkaðs og ríkisstjórnar um 2300 íbúðir sem er allt og lítið. Hvað ætlið þið að gera til þess að bæta þessa stöðu sem er mjög alvarleg í dag? Og ég ætla að beina þessari spurning til Bjarna vegna þess að hann kom jú að því samkomuna sem gert var. Hvað telur að þurfa að koma núna til viðbótar í þessar erfið stöðu sem við erum leigumarkaðinn? Takk. Bjarni, ég ætla að leyfa Röstut að svara þessu síðan fær Þórunn sviðið að því loknu, að því að spurningunum var beint til þín. Þráttur fyrirmæli mínum annað, gjörðu svo vel, Bjarni. Við munum standa við það samkomulag sem gert var. Þar sem að tiltekinn fjöldi íbúa verður byggður með stuðningi frá ríki og sveitarfélögum til þess að efla leigumarkaðinn. Leigumarkaðurinn er mun stærri heldur en að mér finnst menn gera ráð fyrir í almennri umræðu. Það er stór hlutfall allra þeirra sem eru í húsnæði sem að eru komin á leigumarkað sem ekki voru þar áður og það þýðir að leigumarkaðurinn á Íslandi hefur stækkað mjög verulega. En þetta átak, það snýr sérstaklega því að byggja hagkvæmar íbúðir með lágmarks tilkostnaði án þess að hagnaðarsjónarmið búið þar að baki með stuðningi frá ríki og sveitarfélögum og fyrir tilstöðlan og fyrir þær áherslur sem þið hafið beitt ykkur fyrir, þá breyttum við lögum í þessum tilgangi og við munum einfaldlega standa við það samkomulag. Takk fyrir það, Bjarni. Er spurning hér á Þórunni, ég vil endilega koma frambjóðendum. Fyrir Stímar, má ekki bara taka þessar tvær örstutt? Gjörðu svo vel. Þessi sem koma undan varðandi ferðamáli, mér er hún mjög hugleikin og það sem er stærsta máli það er náttúrulega stefnuleysi, stefnuskortur. Greinin sjálf er að byggja upp ágætlega sumstaðar, annars staðar alls ekki vel, en ríkið hefur enga heildarsýn og þetta er faktískt, held ég, ekki mjög erfitt að finna hvert við eigum að stefna, svo þarf að útfæra það. Við eigum að sjálfsögðu aftur þarna að stefna að sjálfbærri ferðaþjónustu. Hvað þýðir það? Jú, það þarf að horfa á efnahagsmálin, það þarf að horfa á samfélagsleginina, það þarf að horfa á umhverfið. Ef við setjum okkur þá línu, þá erum við nokkuð vel sett að byggja undir innan hennar. Ég ætla ekki að hafa það lengra. Varðandi húsnæðismálin og leigumarkaðinn, þá er ég kannski ekki svo sterkast til að svara því að ég er hér að leysa nóttar af, en ég leyfi mér enga síður að segja að þetta er eins og annað sem við viljum gera, þetta er mál sem þarf að skoðast af yfirvegun, heildstætt og fagmennsku og leysa. Ég held að það sé ansi margt að gera þegar sú leið er farin. Takk fyrir það.
2 hendur á loft, þær eru vafalítið fleiri. Gjörðu svo vel, af því þið voru að biðja vinstri vanginn áðan. Hér er ein, er önnur. Er eitthvað sem hefur ekki spurt áður? Gjörðu svo vel, númer 2. Horfðu bara hingað á sem hann. Ég heiti Kristján Gunnar, kemur úr Keflavík. Ég vil spyrja eða segja frá því að atvinnuleysisbætur eru í sögulegu lágmarki með hlutfall af tekjutryggingu eða lágmarkstekjum. Bjarni, ertu tilbúin að hækka þetta, fara með þetta upp í 300.000? Þú segir að það séu sem sagt í sögulegu lágmarki gagnvart lágmarkslaunum. Já. Gott og vel. Ég er ekki þeirra skoðunar að það sé góð ráðstöfun að fara með atvinnuleysisbætur upp í 300.000 krónur. Ég er þeirra skoðunar að við þurfum að stilla lögum og reglum þannig að fólk sjá einhvern raunverulegan tilgang í því að leggja á sig. Ég hitti margt gamalt fólk sem að finnst og upplifir gríðarlega ósanngirni í því að hafa lagt yfir starfsæðina til þess að eiga einhvern lífeyrissparnað en sitja síðan eftir í sömu sporum og þeir sem að gerðu það ekki, út af skerðingum. Og ég er alveg viss það, ef við færum með atvinnuleysisbætur og hefðum þar kannski 3 ár eins og við vorum með áður, í 300.000 krónum, þá verður margur maður sem að mætir snemma í vinnuna og vinnur fram á kvöld fyrir nákvæmlega þau sömu kjör sem spyr sig þegar hann kemur heim til sín eftir að hafa verið með fjarvistir frá fjölskyldu, til hvers er ég að þessu? Það er ekki hægt að hafa stórt atvinnuleysisbótakerfi sem að jafngildir því að vera í fullri vinnu. Ég er þeirra skoðun að það verða að vera viss munur þarna en auðvitað þurfum við að stilla bótunum sem allra næst því að fólk geti framfleytt sér á meðan að atvinnuleysi er vandamál. En blessum okkur líka fyrir það að atvinnuleysi er á Íslandi minnst í Evrópu. Ég skal segja ykkur meðal annars af hverju. Vegna þess að við höfum okkar eigin gjaldmiðil. Takk fyrir það. Það er ein spurning þarna áður en við förum í lokaorð. Ég veit að frambjóðendur sumir að minnsta kosti eiga að mæta á annan fund hér á eftir þannig að við þurfum að hafa hraðar hendur. Stutt spurning og stutt svar. Mjög stutt. Ragnar heiti ég Pétursdóttir og hafið ykkur af ykkur hugsað það að taka húsnæðisverð út úr vísitölunni, neysluverð, því að húsnæði er ekki neysluverð. Viltu beina spurningunni til einhvers ákveðis hinn, geta þú komið inn á þetta í lokaorðunum? Lilja, hún er búin að vera á Hagstofunni, hún ætti að geta að svara. Seðlabankanum skiptir ekki. Jú, þetta er eitt af því sem flokksþing Framsóknarmanna ákvað að við ættum að fara í, þannig að við erum að líta til þess, já, svarið er já. Takk fyrir það. Eins og alltaf þá er þetta þannig, það vilja fleiri spyrja og þau vilja örugglega svara mörgu. Við þurfum að fara í lokaorðin hér vegna tímans og við skulum fara öfugaröð. Lilja, gjörðu svo vel. Þú hefur svona cirka 1,5 mínútu til þess að svara ykkur af því sem hér kom fram en þú hafðir ekki tækifæri á að svara í panelu. Já, ég vil bara þakka kærlega fyrir afskaplega góðan fund og meginstefið hérna er norræna módelið og ég tel að við eigum allir stjórnmálaflokkar, hvernig svo sem þessar kosningar fara, við verðum að líta enn frekar í þá átt og eins og fjármála- og efnahagsráðherra sagði, módelið okkar hefur ekki verið að ganga nógu vel og við verðum að líta krítískt á það. Ég og minn flokkur eru svo sannarlega tilbúin í það að skoða þetta betur með ASÍ og sérstaklega í ljósi þess árangur sem ASÍ hefur að ná á undanförnum 100 árum, stór merkileg félagasamtök með allan þennan styrk. Þannig að við erum tilbúin og við vonumst til þess að þið séu tilbúin í að fara í þetta með okkur. Takk fyrir. Takk. Katrín, gjörðu svo vel. Katrín, Nú, gafstu mér orðið. Já, fyrirgefðu. Já, ég gaf þér orðið, fyrirgefðu. Já, mér langar að segja tvennt hérna í lokin og það er í fyrsta lagi það að norrænt vinnumarkaðsmódel verður ekki nema við höfum líka norrænt velferðarmódel. Og þar er gríðarlega mikið verk óunnið. Þess vegna eigum við að setja stefnuna á það að fara til að mynda með útgjöldin til heilbrigðismála upp sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Við eigum að setja fram skýra forgangsröðun hvernig við ætlum að byggja hér upp heilbrigðisþjónustuna, hvernig við ætlum að byggja upp menntamálin, byggja upp innviðina,
þannig að við náum þessu marki og þá einmitt komin þessi félagslegi stöðugleiki sem verður ekki aðskilinn frá efnahagslegum stöðugleika. Og hitt sem ég langar að segja kynbundna launamunin, að ef við förum ekki að líta á það sem kerfislægt mál, þá verður þetta ekki leyst. Það mun ekki duga að hvetja okkur konur til þess að krefjast sjálfar alltaf hærri launa, heldur verðum að viðurkenna að þetta kerfislægur vandi og hann verður leystur með kerfislægum aðgerðum og þar bera stjórnvöld mikla ábyrgð en líka verkalýðshreyfingurinn og vinnumarkaðir og atvinnurekendur og þetta verðum að leysa saman en leggjum ekki ábyrgðina á þessu á einstaklingana. Því það sýnir sagan okkur að vandi sem hefur lifað svona lengi, hann ekki bara á ábyrgð einstaklingana, hann kerfislægur. Takk fyrir kærlega að bjóða mér í dag. Þetta er frábært. Þórunn, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara aðeins að taka upp þráðinn þar sem Katrín skildi hann eftir, því að það vantaði eina stoðina, það vantaði líka þennan umhverfislega stöðugleika. Því að við höldum áfram að ganga á okkar auðlindir, þá verður engin velferðarstöðugleiki heldur og engin efnahagslegur stöðugleiki. Sammála. Takk fyrir það. Við erum 330.000. Við erum rík á auðlindum, náttúruauði, mannauði, sérstaklega ekki síður. Við þurfum að byggja okkur upp hérna heilbrigt, óspillt ríkiskerfi. Við erum ofsalega þreytt á að þurfa að vera alltaf að ræða þau mál, við þurfum að hugsa til framtíðar. Og hvernig viljum við sjá Ísland, til dæmis 2030? Hvar viljum við vera? Hvar eru okkar helstu tækifæri til að ná þangað? Hvað þröskulda þarf að yfirvega? Líklega marga þessum sem við höfum verið að ræða hér. Gerum það saman. Hver helstu takmarkanir? Þetta ná öðrum sínum, annarri leið? Förum fram hjá því á þann hátt sem að passar inn í það sem við viljum fá. Ég held að sé mikið lykilatriði fyrir okkur öll að ná einhvers konar þverpólitískri grunnheildarsýn sem ekki hægt að kollvarpa á 4 ára fresti. Ég meina, hvað varð græna hagkerfi til dæmis fyrir 4 árum? Ég sakna þess til dæmis. Og til þess að ná þessu þarf að vera til staðar heiðarleiki í samfélaginu, hvort sem það er á Alþingi eða annar staðar. Við þurfum fagmennsku og við þurfum að hafa þessa heildarsýn. Og ég vona að við förum þangað núna næstu 4 árin og helst næstu 24. Oddný Harðardóttir, gjörðu svo vel. Já, ég vil þakka fyrir þennan fund en mig langar til að nefna þrennt. Í fyrsta lagi þá eru kosningaloforð okkar í Samfylkingunni sem falla svona vel að ykkar áherslum. Við höfum efnaðum öllum og við viljum auka tekjur með því að almenningur fái arð af auðlindum sínum og setja á stóreignaskatt. Við vitum að ríkustu 5% á Íslandi eiga 45% af eignunum og þarna þurfum við að draga úr þessari þróun að eignasöfnun safnist á fárra hendur. Við leggjum mikla áherslu á húsnæðismálin og ég vil hrósa ykkur hjá ASÍ fyrir ykkar baráttu. Ég fullviss það að við hefðum ekki náð frumvörpunum sem hér var talað í gegnum þingið nema vegna undirbúningsvinnu ASÍ og þrýsting sem héðan kom. Við viljum hins vegar fjölga almennum leiguíbúðum þannig að við byggjum 1000 íbúðir á ári og það fellur ágætlega saman við áherslur ASÍ. Við viljum líka hjálpa þeim sem eru læstir á leigumarkaði að komast út úr þeirri stöðu og kaupa sér íbúð. Þeir geta ekki safnað sér fyrir útborgun og við viljum greiða fyrirframgreinda vaxtabætur til 5 ára til að hjálpa fólki sem í slíkri stöðu, fólki sem með lág laun og meðallaun. Og að lokum þetta, það er tómt mál að tala hagvöxt ef hann skilar sér ekki til almennings í landinu. Ef að honum fylgir ekki hagsæld, þá verður ekki sátt. Ásta Guðrún Helgadóttir, gjörðu svo vel. Já, bara mig langar til að þakka ykkur fyrir bara mjög skemmtilegan og áhugaverðan fund hérna. Og sér í lagi umræðunar launamun kynjanna. Núna er ég búin að taka saman tölurnar. Það voru 12 karlar sem spurðu spurningu á sal en 5 konur. Við þurfum að taka okkur á, við þurfum að taka okkur pláss, konur, og við þurfum líka að læra að hlusta á konur. Þannig að mér þótti þetta mjög áhugavert sér í lagi ljósi umræðana sem voru í gangi hérna áðan. Til þess að fjármagna norrænt velferðarkerfi, norrænt launamódel og ég veit ekki hvað og hvað, þannig norræna jöfnu sem við viljum fá, þá þurfum við líka á smá hugarfarsbreytingu að halda.
Við erum heimsmeistarar í því að vera með eignir okkar í skattaskjólum. Það voru 3 ráðherrar í Panama-lekanum. Það er staðreynd, það er ekki lygi, það er staðreynd. Og við þurfum að koma í veg fyrir skattundanskot, við fjármögnum þetta bara með því að finnast það í lagi að borga skatta og að það sé gaman að vera á Íslandi og borga skatta. Það er ekki tabú að borga skatta, það er í lagi. Og við fjármögnum bara með því að vera saman í þessu og uppræta spillingu út ef hún er ekki í lagi. Mér þykir hún ekki í lagi. Takk fyrir þetta, Ásta. Fín ábending þetta með kynjahallan á spurningum í sal, en það er líka hægt að halda því til haga að frambjóðendur hér eru 5 af kvenkyni og 2 af karlkyni. Þannig að eitthvað miðar okkur að minnstakosti í pólitíkinni. Þorsteinn Víglundsson, gjörðu svo vel. Jú, takk fyrir að fá að vera með okkur. Ég verður nú að freistast til þess að fá þá að nota hluta lokaorðunum til þess að svara Lilju. Hann er með mig á heilan, ég er að segja. Bara eldsnöggt. Það er óþægilegt. Það er alveg rétt að fastgengistefna þarf að vera stödd af vinnumarkaði og ábyrgum ríkisfjármálum. Öðruvísi gerist það ekki og þannig er það í öllum öðrum ríkjum sem að styðjast við fastgengi. Við erum raunar eina þjóðin undir 2 milljónir íbúa sem að reynum það sem að við höfum verið að gera, að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil og fljótandi gengi. Og ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það að það hefur ekkert gengið neitt rosalega vel. Við erum að fá hérna mjög óstöðugt gengi og mjög hátt vaxtastig og mjög hátt verðbólgustig að meðaltali þegar við horfum á árangurinn af þessari peningastefnu okkar. Og við sjáum að árangur þeirra sem hafa fylgt fastgengistefnunni er mun meiri, en þetta er ekki patentlaust. Þetta þarf aga og þetta þarf gott samstarf við vinnumarkaðinn einmitt. En það kannski skiptir einmitt líka miklu máli þegar kemur að þessari umræðu sem einkennir pólitísku umræðuna núna og umræðuna á vinnumarkaði hvað varðar félagslegan stöðugleika en ekki hvað síður pólitískan stöðugleika. Við höfum sveiflast hérna öfgan á milli á síðastliðnum 8 árum frá hreinni vinstri stjórn til þá hægri stjórnar og núna verðist óskinn vera aðra hreina vinstri stjórn. Ég held að þessi komið tími til þess að reyna að brúa betur bilið þarna á miðjunni, að ná breiðari skírskotun í næstu ríkisstjórn sem að geti það farið í þær kerfisbreytingar sem við þurfum að fara í hvort heldur er á vinnumarkaðnum, að styðja vinnumarkaðinni þeirri vegferð sem hann er í, eða ná betri sátt félagslega kerfið okkar og hvernig við höldum áfram að byggja það. En ekki hvað síður hvernig við náum utanum efnahagslegan stöðugleika, raunverulegan efnahagslegan stöðugleika til lengri tíma litið. Takk. Gjörðu svo vel, Bjarni. Hér hefur ýmislegt verið sagt umliðin ár. Því er haldið fram að hagvöxturinn skili sér ekki til allra. Þetta er rangt. Það hafa allar tekjutíundir bætt stöðu sína. Við höfum hækkað lægstu laun, við höfum hækkað millilaunin og við höfum hækkað laun lækna sem áður töluðum að ætla að fara til Skandinavíu. Kaupmáttur allra tekjutíunda hefur vaxið gríðarlega á skömmum tíma. Og ég skal segja ykkur það að hann mun ekki geta vaxið jafn ört eins og hann hefur gert á umliðnum 3 árum inn í framtíðina. Eignastaða heimilanna hefur lagast verulega. Við erum komin með samanburð við það sem átti við fyrir síðustu aldamót. Uppsveiflan er að skila sér til allra Íslendinga. Þið hafið lagt mikið af mörkum, þið hafið haft áhrif á uppbyggingu á húsnæðiskerfinu og þau lög hafa nú tekið gildi og munu hafa áhrif inn í framtíðina. Atvinnurekendur hafa líka lagt sitt af mörkum, en við höfum farið mjög geyst yfir og við getum ekki haldið áfram með bensíngjöfin í botni. Það er verið að lofa allt of miklu. Maðurinn sem kallaði hérna frammi í dag að við ættum að fara upp í 11% landsframleiðslu, hann er að biðja í heilbrigðismál 60 milljarða til viðbótar á ári í heilbrigðismál. Það kostar 50 milljarða að reka Landspítalann í dag. Afgangurinn á næsta ári á að vera 25 milljarðar, samkvæmt áætluninni. Þetta eru 60. Frí heilbrigðisþjónusta kostar aðra 40 milljarðar, fyrir utan það við missum þá stjórn á aðgengi að heilbrigðisþjónustum. Þetta tvennt, 100 milljarðar. Ég bara bið ykkur, takið ekki mark á stjórnmálamönnum sem að þykjast geta gert hluti sem að er ekki hægt einu sinni að gera í galdraleikhúsi. Það er ekki hægt einu sinni þar. Svo get ég líka vel skilið að kjósendur séu að spyrja sig, hvert höldum við héðan? Vegna þess að menn eru að boða það að fara í annan Evrópuleiðangur, ýmist þrátt fyrir þeir vilja ekki fara inn, eða vegna þess þeir vilja fara inn, eða af því bara eins og Píratar sem eru bara til í að gera það sem að massinn vill. Síðan eru hér uppi hugmyndir myntráð. Ég segi við ykkur, það er verið að flækja myndina of mikið.
Við erum á góðum stað, horfið á alþjóðlegan samanburð. Við erum með einhver bestu lífskjöri í heimi. Þrátt fyrir að krónan hafi sveiflast, þá eigum við ekki að mæla lífsgæði okkar í gengisveiflum íslensku krónunar, heldur í því sem við fáum í launaumslagið, í örygginu, í tíma með fjölskyldunni, í hreina loftinu, í því hversu opið samfélagið er, hversu frjáls viðskiptin eru og svo framvegis. Takk fyrir þetta. Og að lokum ætla ég bara að segja það, ég treysti á að þið kjósið öll Sjálfstæðisflokkinn að lögum. Takk kærlega fyrir þetta, hressilegar og hreinskiptar umræður, svo sem eins og við var að búast hér í þessum hópi. Takk fyrir málefnilega spurningar og gott hljóð. Gylfi Arnbjörnsson ætlar að fá að segja nokkur orð. Já, ágætu félagar. Ég vil bara þakka þeim fyrir að koma hérna. Við ákváðum að hafa þetta með þeim hætti að nota þá skoðanakannanir og rýna það hvaða flokkar eru líklega til þess að setjast á Alþingi. Þetta í það minnsta með skoðanakannar eru fulltrúar þeirra 7 flokka. Ríkisstjórn verður mynduð af einhverjum af þessum flokkum og þess vegna fannst okkur ástæða til þess að bjóða ykkur hérna til okkar. Þetta gerist næst eftir 100 ár, þannig að það verður næst eftir 100 ár að formaður Sjálfstæðisflokksins fær að segja þetta sem hann sagði og við bara fögnum því. En þakka ykkur kærlega fyrir, mér finnst þetta að vera mjög skemmtileg umræða, fínar spurningar ykkar, hrósi ykkur og þakka ykkur fyrir málefnaleg svör. Það er þannig að Alþýðusambandið hefur þá grundvallarsýn að fólkið í landinu kýs sér ríkisstjórn. Það er okkar verkefni að vinna með öllum þeim stjórnum sem taka við, síðan verður bara samstarfi við þá stjórn í að ráða því með hvaða hætti þau samskipti eru. Við hlökkum til að hitta ykkur. Líka hvort það verði ykkur öll eða hvort það verði þjóðstjórn eða hvort það verði hluti ykkar. En við munum svo sannarlega eiga samtali nýja ríkisstjórn og að bera fram okkar mál og reyna að finna flöt. Við teljum að þetta sé samstarfsverkefni. Við höfum lagt fram okkar sýn á hvaða grundvelli við viljum hafa það og hlakka til að eiga samskipti við ykkur. Þakka ykkur fyrir að koma og þakka ykkur fyrir. Takk fyrir. Þá hefur þessum pallborðsumræðum lokið.